Ég man þegar, eldri strákurinn minn fæddist hérna á Íslandi. Ég gleymi aldrei hvernig ráðleggingar ég fékk á sínum tíma í ungbarnavernd. Að ég ætti að tala íslensku við barnið mitt. Og það var alveg bara, what? Af hverju? Svo það farið auðveldlega, í leikskólan. Það var auðveldara. Þetta mesta vitleysa sem ég hef heyrt. En auðvitað fólki vildi, gott. Það var bara, fólki var ekki að meina neitt slæmt, sko. Fólki vildi hjálpa og þarna var ekki með kannski mikil þekking eða mikil reynsla komin á þetta. Íslendingar hafa verið aldir upp í því að tungumálið mælikvarði á svo margt, ekki hvað síst á vitsmuni, gáfnafar. Það að geta farið, tala þetta tungumál eins og á að tala það. Það þakka ég virkilega fyrir. Og ef þú gerir það ekki, þá færðu ekki áheyrn og útlendingar lenda náttúrulega eðli málsins samkvæmt í því að geta ekki tala íslenskunni eins og aðrir. Og það mýmart, það til dæmis eitt og sér mjög erfitt. Já, það af því að ég líti út alveg svona útlendingur og svo sumir fólk kom til mig bara tala strax ensku. I find this to be disgustingly rude that they can't even begin to comprehend that people can speak their language not perfectly. Það ætla sér kannski enginn að vera dónalegur. Við kunnum jú flest ágætis ensku og viljum kannski ekki vera þröngva íslensku upp á fólk að við erum ekki vissum að það tala hana. En eitt víst, að í dag ekki bara töluð íslenska á Íslandi og það kannski bara komin tími til þess að venjast því. 大家早上好 Bonjour. Magandang umaga Salam sabah khair. Guten Tag Mayong buntag. Sabah al-khair Добрый день. Bon dia. Labadiana. Ég held náttúrulega ef þú ætlar að búa einhver staður fyrir þig og til þess að geta kannski tekið þátt í samfélaginu, fyrst og fremst verður þú að kunna málið. Ég segi alltaf, læri íslensku. Verið þið með. Ef þið meti þjóðfélagin það vel, lærið þá íslensku. Annars eru afleiðingar það að þú bara einangraður og ég held það sé ekki gott fyrir neinum. Mamma sagði við mig, ef þú vil fá vinkonur, þá þarftu að læra íslensku. Ég ekki að segja, ég sé tipptopp í íslensku. Ég á ennþá rosalega erfitt að fallbeygja, en ég reyni mig besta. En svo líka kannski bara allt í lagi að íslenskan sé ekki fullkomin, bara ef fólk getur átt í samskiptum og skilið hvert annað. Ég held að þarf að leggja meira áherslu á svona nýtjamál, til dæmis tengt vinnu eða til dæmis leikskóla, ef fólk með barn í leikskóla. Að fólk geta tjá sig, en í rauninni, ef það tala ekki kannski málfræðilegt, það skiptir ekki svo miklu máli. Svo þetta miserfitt fyrir fólk að læra nýtt tungumál. Það tekur tíma og það þarf að vera í lagi að hljóma öðruvísi og gera mistök. Þegar ég var að læra íslensku og fór í bakari, þá reyndi ég ætla að fá, og svo þegar maður læri á námskeið, og fólk svarar mig á ensku. Og það fannst mér leiðilegt. Ég var að reyna að tala íslensku og þá manneskja svara mig á ensku. Á Íslandi býr fólk frá rúmlega 140 löndum og tungumálin eru á að giska eitthvað yfir 100. Þetta 9. KB í Fellaskóla. Krakkarnir í þessum bekk eru af 13 þjóðurnum og tala allt frá nepölsku til serbnesku, kínversku, arabísku og albönsku. Móðurmál 3 pólska, 2 rússneska, 3 filippseska og svo talaði líka víetnamsku, ensku, bisæja, úkraínsku og íslensku. Síðan skiptir auðvitað sterk þekking á móðurmáli öllu máli þegar þú ætlar að læra nýtt tungumál. Ég geti aldrei ímyndað mér að læra ensku eða dönsku á þess að hafa kunnað íslensku vel áður. Móðurmálskennsla mikilvægt af því að hún hefur áhrif á sjálfsmyndina barnanna og hún hefur líka áhrif á árangur í skóla. Þegar barnið nær ekki góðu færni á neinu tungumáli, þá getur bara komið að því að barnið nær eiginlega aldrei að læra á sama hraða og ná sömu árangri og jafnaldrar.
Samtökin Móðurmál hafa staðið fyrir móðurmálskennslu í meira en 20 tungumálum frá því árið 1994. Það var fyrir 20 árum, komum bara foreldrar saman sem voru hérna á landinu og byrjuðu. Ég held að ástæða fyrir okkar starfi svo að það svo sterkur vilji hjá foreldrum að kenna börnunum móðurmáli. Þannig var það einmitt hjá foreldrum Lavins Þórs. Þau langaði einfaldlega til þess að geta átt áreynslulaus samskipti við barnið sitt. Lavin 6 ára en tungumálakunnátta hans nú þegar meiri en flestir fullorðnir geta státað af. Veistu hvað þú talar mörg tungumál? 4. Í alvörunni? Já. Ég hef alltaf talað við hann á filippsísku sem móðurmálið mitt. Og ég hefur talað spænsku. Þar að auki tala foreldrar Lavins ensku sín á milli og svo lærir hann íslensku í skólanum. Ég held að hver fjölskylda verður að finna sína eigin stefnu, svona tungumálastefnu, ekki hlusta endilega á það sem sérfræðingar segja. Sko, filippsískan sem móðurmálið mitt, það svo mikið blandað við ensku. Og spænsku. Og spænsku. Þannig að ég passa mig alltaf að nota bara filippsísku við hann. Þannig að hann fattar tungumálið svoleiðis. En tala mamma og pappi eins? Nei. En skilja þau hvort annað eins og þegar þú og... Nei, veistu hvað gerist einu sinni? Róður og myndið. Pappi minn var að tala filippsísku, hann var að reyna að segja borða og hann segði bara kúkur. En hvað finnst þið þægilegast að tala? Bara allt. Já. Ég alltaf að læra. Nakita mo? Sara voy a sacar yo la jirafa. Una. Y otra. Magkatabi pala, hindi ko nakita. Þetta frábært, það auðvitað bara mjög skemmtilegt að geta verið í tveimur málsamfélögum eða menningarsamfélögum og þekkja til ekki bara tungumálið, heldur líka kannast við menninguna og vita hvernig að tala við fólkið og bara þekkja 2 eða fleiri lönd. En viðhorfið gagnvart fjöltingi var ekki alltaf svona jákvætt. Mér var bara bókstaflega að banna að tala pólsku við börnin mín, svo ég hætti og ég hef ekki kennt þeim móðurmáli. En þeim finnst þetta mjög leiðilegt í dag. Það hefur mikið breyst og fyrir held ég svona 20 árum var kannski sagt við fólki að þau verða að hætta að tala á sínu móðurmáli og tala íslensku við börnin sín af því að það myndi bæta við námsárangur. Okkur finnst það bara svona normal að tala svona mörg tungumál dagilega. Við látum ekki að tungumál stoppa okkar samskipti. En veist alltaf hvaða tungumál þú átt að tala við hvern? Já. Verður aldrei ruglaður? Nei. Sko ég vildi gjarnan sjá að allir kennarar fagna þessum fjölbreytileika í kennslustofunni. Það kostar ekkert, það bara þetta að segja þið megið og þið eigið að tala ykkar móðurmál. Öll tungumál skipta máli, eins og við öll einstaklingar skiptum máli, þá skipta okkar tungumál líka máli. Áður en var bannað að reykja inni, þá fór ég stundum út í glas og finnst gaman að fá sigg með. Þá bað ég Rathaf öskubúska. Foreldrakjöt. Ég borðar aldrei foreldrakjöt í stað fyrir foreldrakjöt. Við getum velt því endalaust fyrir okkur hvað sé íslenskt og hvað ekki. Hver sé íslenskur og hver ekki. Mér finnst ég til dæmis frekar íslensk. Samt þarf ég ekki að fara lengra aftur en til ömmu minnar og þar nú aldeilis komin erlendur uppruni. Hún Þjóðverji og flúði Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina. Hún steig um borð í togara í Cuxhaven í júlí árið 1949 og sigldi til Íslands. Ef hún hefði ekki gert það, þá stæði ég ekki hér í dag og kallaði mig Íslending. Ég væri ekki einu sinni til.
Amma mín, hún amma Lotta, er ein af rúmlega 300 Þjóðverjum, aðallega konum, sem komu til Íslands árið 1949. Þá hafði Búnaðarfélag Íslands auglýst í þýskum dagblöðum eftir fólki til þess að sinna landbúnaðarstörfum í íslenskum sveitum. Á þessum árum var mikill uppgangur í Reykjavík sem dregið hafði fólk á mölina í slíkum mæli að vinnuafl skorti til sveita. Ja, þá skal ég segja því að það var allt saman tilviljun. Og á þeim tíma kam man ekki út úr Þýskaland nema hafa atvinnusamning. Og ég átti eiginlega ekkert heima. Östur-Prússland var orðin Póland, foreldrar mínu voru í Östur-Þýskaland og ég var 24 ára og ég var hugsað að væri fínt að fara til útlanda og láta þetta allt saman eftir mér. Það var enda ekki beysið ástandið í Þýskalandi á þessum tíma, rétt eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk og ekki síst ef maður var frá Austur-Prússlandi sem þá var ekki lengur til. Það virtist einhvern veginn hvergi vera pláss fyrir þá sem hvergi áttu heima. Stríðslok var för mig eiginlega ennþá verra en stríða. Þó ég misti 2 bræður í stríði, þá var maður flóttamaður í eigin landi. Ég átti ekki saumanál, og ég átti eitt hermenna senguver og ég var saumað með kjólur því það var blákepplott senguver og ég var saumað með kjólur því við áttum ekkert. En varstu hrædd? Hrædd? Nei. Ég lifði. Það var aðalatriðið. Færri komust til Íslands en vildu. 2000 manns sóttu en rúmlega 300 fengu. Snemma í júlí árið 1949 lagði amma svo af stað. Flest þýska verkafólkið hafði siglt með Esjunni til Íslands í byrjun júní en amma og nokkrir tugir annarra fengu far með togurum eftir því sem færi gafst seinna sumarið. Ferðin tók 5 daga til Ísland og strákarnir voru að reyna að kenna okkar íslensku og ekki fallegustu orðin. Þegar til Íslands var komið fór fólki fyrst á hótel í Reykjavík. Þar hitti það fyrir landa sína sem höfðu komið til Íslands fyrir sumarið og voru sumir þegar á leiðinni tilbaka. Og voru að segja okkar fara bara ekki lengra, þetta verður ömurlegt land og maturinn svo vond og fólk vitlaust og bara snúa þeim fyrst við. En ég var að hugsa, ég hef búin að lifa stríði og ég hef búin að flýja í stríði og ég hef flóttamaður og ég var að lifa það af og 1 ár á Ísland geta ekki drepa mig. Og með því hugarfari settist amma upp í vörubíl Kaupfélags Skaftfellinga og lagði af stað til Víkur í Mýrdal. Og við fórum á stað og ég var að hugsa veginn taka aldrei enda til Vík. Það var svo lengi að keyra gamla vegina, gamla kampan og ég var að hugsa Guð, í hvað ég búin að lenda? Í Vík tók á móti henni maður að nafni Guðlaugur Jónsson sem hafði óskað eftir þýskri stúlku til þess að aðstoða við heimilis- og bústörf á mannmörgu heimili. Guðlaugur átti 15 börn en kona hans Guðlaug hafði látist af barnsförum 11 árum áður. Eldstu börnin voru orðin gift og áttu selva börn og voru annarkvort búa líka í húsi eða rétt há. Þetta voru svo marga. Þýska verkafólki fékk atvinnuleyfi til 2 ára á Íslandi og þurfti sumt að byrja á því að vinna upp í fargjaldið. Launin voru heilar 400 krónur á mánuði sem var alls ekki mikið, jafnvel á þess tíma mælikvarða. Á stóru heimili í Norðurvík tók við mikil vinna en amma kallaði ekki allt ömmu sína. Það var ekki 8 stundu vinna eða frí helgi eða svo. Ég var bara eitt af fjölskyldu og gekk bara í verkan. Og þegar komu í kaupfélag, þá keypti hann enda stelpum sínum og líka enda mér og dró það ekki að kaupinu. Nei, ég var bara eitt af fjölskyldu. Þannig að þér hefur verið vel tekið? Ég var mjög heppin, ég lendi til góða fólk og þau voru mér mjög góð.
Þótt amma segist ekki hafa fundið fyrir því á sínu heimili eru til margar heimildir að þýska verkafólkinu hafi fundist aðbúnaður heldur slæmur á íslenskum bæjum, óþrifnaður og trassaskapur mikill og einangrun íslensku sveitanna erfið. Svo fór helmingur verkafólksins sneri aftur til Þýskalands, en helmingurinn settist hér að. Þið þóttu svolítið duglegar, þýsku konurnar. Já, ég ging vinna og mér fannst alla matur góð. Ég var bara fíll hvað. En hvernig var að vera þýsk á Íslandi á þessum tíma? Veit þú, ég hugsa að þetta var misjafnt. Náttúrulega áttum við vond orsakar. Það var svona eins og við værum alla glæpamenn. Ég fann það ekki í fjölskyldu mínu. En það kam fyrir það einhver maður var, kallaði mig helvítis nasista. Áður en leið á löngu gerðist það sem var til þess að amma ílentist. Amma og afi fóru að stinga saman nefjum. Þú og afi og Dolla þá? Nei, þetta er mamma þín. Er þetta mamma? Þetta er mamma. Afi var einn af uppkomnum sonum húsbóndans í Norðurvík, þar sem amma var í vist. Hann átti drossi og bauð mér þá á ball mitt og þetta kam það svona. Við fórum á heimaland og það var engin brú, við þurfum farið í gegn án. Og var það út af afa sem að þú ákast að vera lengur? Já, og já, þetta var nóg barni. Svo liðu árin, börnin urðu 4 og amma fór aldrei frá Íslandi. Finnst þú hafa átt gott líf á Íslandi? Já, það tel ég. Jú, ég vildi í upphafi vera 1 ár, en svo var það núna í júli 66 ár. Og ég var þá 24 ára og nú verður ég nýræð. Svona ganga lífið. Framlag erlendra hljóðfæraleikara til tónlistar á Íslandi verður seint að fullu metið. Og upp úr 1930 komu margir erlendir tónlistarmenn hingað til lands og áttu þeir drjúgan þátt í því að hægt var að stofna Sinfóníuhljómsveit Íslands miðja öldina. Og enn í dag njótum við góðs af kunnáttu og hæfileikum erlendra tónlistarmanna því 4 af meðlimum Sinfóníuhljómsveitarinnar af erlendum uppruna. Takk fyrir tónlistina. Í raðhúsi í Reykjavík býr 4 manna fjölskylda og hundurinn Emil. Heimilisfaðirinn Davor Púrusic hefði sjálfsagt átt bágt með að trúa því ef einhver hefði sagt honum fyrir aldarfjórðungi að lífið ætti eftir að leiða hann hingað. Í dag er hann héraðsdómslögmaður á Íslandi, áður var hann lögreglumaður í Sarajevo í heimalandi sínu Bosníu-Hercegovinu. En svo kom stríðið. Það var eins og núna alkunnugt. Þá brutust þarna 1991 átök í lýðveldum fyrirverandi Júgóslavíu. Það byrjaði í Sloveníu og þá eftir þetta í kjölfarið var í Króatíu og þá endaði í Bosníu. Á árunum 1992 til 1995 geisaði blóðugt stríð í Bosníu sem dró 100.000 manns til dauða og hrakti milljónir manna á flótta. Áður en Davor komst úr landi varð hann 3 fyrir sprengjubrotum og 1 sinni fyrir byssukúlu. Það var sprengja frá sprengjuvorpu sem féll fyrir framan mig og ég slasaðist í hendinni, hálsinum, magan, báðar fætur, nýra. Vegna ástandsins í Sarajevo á þessum tíma var nánast ómögulegt að veita Davor þá læknisaðstoð sem hann þurfti. Þetta voru mjög erfiðar aðstæður af því að það var í rauninni, það var ekki þessi svokallaða sótthreinsun á skurðstofum var ekki alveg fullnægjandi. Það var rafmagnsleysi, það var vatnsleysi, það var óbúslega mikið vandamála því að það voru engin sýklalyf, það voru svo margir með opin sár í langan tíma og þá ef fólkið var flutt einhver staðar þar sem getur fengið nægilega góðan mat, næringarík mat og aðgang af lyfjum, þá var hægt að hjálpa þessu fólki að gróa þeirra sár og laga. Og það var einmitt þannig sem málin þróuðust hjá Davor. Hann var settur á lista yfir sjúklinga sem þyrftu að komast úr landi og svo, nokkrum mánuðum síðar, kom boð að fara til Íslands.
Davor og annar særður Bosníumaður og kona hans komu til landsins haustið 1993. Þann 8. október birtist grein á forsíðu Morgunblaðsins eftir Önnu Gunnhildi Ólafsdóttur. Já, þetta var semst þannig, ég var blaðamaður á Morgunblaðinu og var að skrifa fréttir það að ríkisstjórnin hefði ákveðið að taka á móti 2 Bosníumönnum. Anna hafði verið send til móts við hópinn á Kastrup-flugvelli í Kaupmannahöfn þar sem fólkið millilenti á leiðinni til Íslands til þess að taka við að viðtal. Þannig hófust kynni Önnu og Davors sem enn sér ekki fyrir endan á. Þetta þannig að ég segi ennþá að þessi viðtal ennþá í gangi. En hvernig leiðir það að komin alla leiðina til Íslands? Hafðirðu haft einhverjar miklar hugmyndir Ísland á? Nei, í rauninni ég hafði engan val af því að þessi kerfi var þannig að mér var bara tilkynnt hvert ég að fara og hvenær ég þarf að mæta og ég þarf alveg að viðurkenna þegar var hringt í mig og sagt já, þú þarf að koma eftir einhverja viku 10 dagar upp í spítalanum með farangurinn þinn og þú ert að flytja til Íslands í læknismeðferð. Þá ég var svolítið svona, Ísland? Hann segir reyndar að það hafi ekki skipt hann neinu máli hvert hann færi. Hann hafi einungis viljað leyfa sárunum að gróa, bæði þeim líkamlegu og andlegu. Þegar ég kom með svona ákveðin áföll sem voru andleg, sem voru að fylgja þessu öllu saman, ég fór inn í herbergi sem við áttum að vera í spítalanum og fyrsta sem ég sagði, ég ekkert að sofa undir glugganum. Og fólkið horfði svona skringilega á mig og skilja, hvað meinar? Og ég segi, þetta bara mjög einfalt. Ef sprengja springur, þá fer glerbrot og meiðir mann. Ég sef ekki nálægt glugganum. Skilja, þá maður var bara ennþá komin í þessari andleg uppsetning. Ég í stríði í átakasvæðinu og ég bara fer eftir reglum sem hjálpa mér að lifa af. Og það tók smá tíma svona að róa sig niður og koma í einhverja, hvað við skulum kalla þetta, erleikhorf eða. Lengi vel þurfti lítið til að setja allar viðvörunarbjöllur innra með honum á stað. Ég var að labba yfir Snorrabrautina og var að fara yfir götuna og allt í einu það byrja sprengingar kringum mig. Ekki alveg svona kringum en nálægt. Og þá maður ennþá hugsar ekki annað. Ég var bara kastaði mig þarna alveg flatur á miðju götuna og lá þarna alveg bíða og það voru þarna greið 3-4 guttar sem voru eitthvað 10-11 ára sem voru að fikta eitthvað í kynverjum sem að sprengja þau upp. Ég held að þeir voru hræddir meira heldur en ég, að sjá allt í einu fullorðinn mann kasta sig þarna líka á götunni. Þetta óbúslega erfitt að lýsa því að fólkið aldrei áttar sig fyllilega. Þetta hræðilegt, þetta erfitt. En mannin skepna. Það mjög fljótt kemur fólkið sér í þennan gír, ég þarf bara að lifa af. Og þá ertu komin í rauninni í þessari, hvað getur kallað þetta, SAA-stemningu. Við tókum bara einn dag í einu. Davor hefur ekki kosið að leita til fagfólks hér á landi til þess að vinna úr reynslu sinni úr stríðinu. En hann hefur talað og ég held að sé rétt að það óbúslega fáir fagmenn á Íslandi sem að geta í rauninni hjálpa fólki sem hefur gengið í gegnum svona hræðilega reynslu og þetta fagfólk kannski ekki nálægt í að geta sett sig í þessi spór. Og fólkið að reyna að sýna þessu skilningu. Sumir kannski skilja þetta betur, sumir minna, en fólkið að reyna. En samt, ég býst ekki heldur, að mér finnst ekki eðlilegt að fólkið að reyna sig og undirbúa sig fyrir eitthvað svona í lífinu. Mér finnst að það enginn í dag á að lífa gegnum svona. Ég viðurkenni, jafnvel núna liðið einhverja 25, 6, 7 ár síðan allt þetta byrjaði og allt. Ég ekki ennþá að ná utan þetta sem fulllandsskilning, hvað gerðist og hvernig þeir fóru að sá svo mikið hatur á milli þessa þjóðarbrota sem hafa lifað þarna í einhverju 50 ár í samlynd og sameinlega. En það ótrúlega að það gildir þessi góða gamla sem á íslensku fólk fífl, þannig séð. En auðvitað breytir þetta fólki og ég held að þetta hafi breytt honum að því leyti að hann þakklátur fyrir það og þakklátur kannski
heldur en flestir að eiga fjölskyldu, eiga börn og það séu allir heilbrigðir og það er aldrei hægt að fá upp úr honum hvað hann vil í afmælisgjöf vegna þess að hann segir alltaf já, allt. Hvað gæti ég þurft meira? Áður en stríðið skall á í Bosníu fannst Davor lífið harla gott. Hann var í fastri vinnu, átti eigin íbúð og hafði ekki miklar áhyggjur af morgundeginum. En svona getur allt breyst. Eins og ég segi, þetta var alveg fínt líf og maður sá alveg bjarta framtíð fyrir framan sig. En það, já, ég get ekki samt sem áður miðað við allt. Ég get ekki kvartað hvernig þetta endaði í dag hjá mér. Ég er alveg sáttur hvernig lífið mér leiddi gegnum allt þetta. Í næsta þætti Rúta veltum við fyrir okkur siðum, venjum og hjátrú. Þú nærrar aldrei á matarborðið. Það er ekki bara bannað. Ef þú gerir þetta, þá fólki verður bara brjálað. Það er til dæmis á ekki leggja tösku á gólfið af því penningar eru að hlaupa frá manni. Við förum í saumaklúbb. Okkur finnst við vera eins og systra. Og hittum ömmu frá Úganda.